Sigþóra, þú ert hérna fulltrúi Súlur Vertical sem var valið annað besta utanvegarhlaupið á 2021 og Akureyrarhlaupsins sem var valið besta götuhlaupið. Akkurat. Getur þú sagt mér eitthvað aðeins um þessi hlaupi, svo við byrjum bara á Akureyrarhlaupinu? Já. Þetta er búið að vera lengi, hlaupið er búið lengi. Já, það er búið lengi, einmitt og þetta er alltaf, hvað segja, svona, já, þetta er okkar götuhlaup okkar Norðlendinga má segja. Já. Og við reynum bara að leggja mikla vinnu við að undirbúa hlaupið. Ég hef verið í undirbúningsnefnd síðustu ár og við erum alltaf svona, já, það er alltaf reyna að stækka það aðeins. Já. En svona, og já, en maður segja akkurat þeir sem komu í hlaupið, þeir eru alltaf mjög ánægðir með það. Já. Og það er alltaf mjög flöt og hröð braut, þannig það er kannski svona helsti styrkleiki brautarinnar. Já, hún er einmitt, maður sér það að þetta er svona bætingabraut, sko. Já, einmitt, akkurat. Hvernig hefur þáttakan svona, þetta er kannski ekkert að marka þetta kannski COVID-tíma og svona, sko, en hefur þáttakan verið svona stöðug eða? Já, hún hefur bara verið stöðug undanfarin árin. Við svona höfum alltaf viljað aðeins reyna að sjá aðeins fleiri hlaupi, en spurning hvort það sé bara vegalengdin frá Reykjavík og Akureyri sem er svolítið svona hamla stækkun og líka bara meiri ásókn í utanvegarhlaupin. En við samt, já, við ætlum samt að reyna að stækka þetta í náinni framtíð. Já, en það er líka sko, ef maður horfir á, það er ekkert mikið til dæmis eins og hálfmaraþon götuhlaup. Það er náttúrulega þarna vorin. Já, einmitt. Og þetta er kannski ekkert, þetta er svona vel viðráðanlegt hlaup, sko. Akkurat. Og það er mjög gott að hafa einmitt þetta og einmitt þessi braut náttúrulega gefur möguleika á tækifærum til þess að bæta sig. Akkurat, algjörlega, sko. Þannig að maður getur hygglust mælt með því. Einmitt. Heyrðu, en Súlurhlaupi, nú hefur það sprungið út alveg. Já, ég meina það var hitti fyrir að þá datt það út af COVID en sprakk út í fyrra. Akkurat, og það var bara alveg rosalega flott hlaup. Allir sem tóku þátt í þessu var bara hæstánægðir. Já. Það var lagt mikla vinnu í þetta og það var ótrúlega flott. Svona fyrsta hlaupið á Íslandi þar sem er live útsending og fylgt eftir fremstu keppendunum. Já. Þannig að það var svolítið svona skemmtileg vinkill á þessu og ég veit að þau ætla bara að gera þetta ennþá flottara svo í ár. Já, fenguð þið einhverja útlendinga, hafa verið útlendingar eða eru eitthvað að reyna svona satsinn á það að fá útlendinga? Já, alveg 100% sko, en það var ekki mikið held ég síðustu sumar bara út á COVID. Já. En ég veit að þau ætla held ég svona þess að reyna að fá einhverja erlenda keppendur í hlaupið. Akkurat. Einhverja nýjungar sem þú getur sagt okkur frá eða eins og segið, þetta var náttúrulega fullt í gangi hérna í Súlum, sko, en eitthvað sem... Í því miður þá bara veit ég ekki alveg alveg, já, einmitt. Það er allavega hérna eitthvað sem að hlaupara geta spreytt sig á, ég meina tiltölulega nýtt utanvegarhlaup sem er spennandi að spreyta sig á. Akkurat, einmitt, ég veit að þau allar gera alltaf betra og betra hverju ári og stærra og stærra. Já. Frábært, til hamingju með þetta. Já.